Ja, við erum hérna stödd með annars til jöfnu og við ætlum að teikna inn á hnitakerfi og við ætlum að teikna fleigbúan sem að þessi jafna myndar. Við ætlum að finna skurðpunktana við ásana og toppunkt. Ok, það fyrsta sem ég ger, ég þræði mig gegnum imbuna, gegnum þessa jafnu. D er jafnt að B í öðru mínus 4AC, finn D-ið, ég er búinn að skrá hérna A, B, C og ég finn D-ið, klára imbuna hérna og fæ út lausnir að imban geði mér +4 og -1. Nú byrði ég að pása, ef að þú vilt skoða þennan útreikning þá bara pásarðu og rennir í gegnum hann hægt og rólega. Nú, það sem imban að gefa mér eru skurðpunktarnir á x-ásinn, 4 og -1. Kíkjum aðeins á teikninguna hérna. Stækkum hann aðeins. Það sem ég var að finna voru og eru þessir punktur hérna -1 og +4. Ég er þá búinn að finna 2 punkta sem ég get reiknað, þessi skurðpunktar við x-ásinn. Ok. Mér langar að finna líka þennan skurðpunkt hérna sem heitir skurðpunkt á y-ásinn. Til þess er notuð lítil jafna, líkum þetta aftur, og ég er búinn að nota þetta svæði hérna til þess að finna imbuna, þannig ég ætla að parkera öllu þessu svæði hérna til hliðar. Þetta er bara að taka pláss fyrir mig í augnablikinu, þannig ég ætla að minnka þetta allt saman hérna og draga þetta niður til þess að þetta sé ekki að taka pláss. Nú, til þess að finna skurðpunktana við ásana þá var imban að gefa mér þessar 2 hérna skurðpunkta, -1, 0 og 4, 0. Nú, skurðpunktur við y-ásinn er jafna sem heitir 0,C. C er -4 hérna, sem þýðir að skurðpunktur við y-ásinn er 0,-4. Ok, það þýðir að við erum komin með, minnkum þetta, við erum komin með þessa 3 skurðpunkta á x-ásinn og á y-ásinn. Síðustu punktur sem ég get reiknað er þessi toppunktur. Toppunkturinn er annarkvort þessi lægsti punktur, nú eða ef að fleigbúinn væri akkurat öfugt þá væri hann uppi. Nú, hvað veldur því að fleigbúinn kemur svona niður? Það er formerkið á A-inu og ef að formerkið er plús þá fæ ég þennan brosandi fleigbúa. Ef að formerkið var í mínus þá fengi ég skeifurlega fleigbúa. En ok, finnum þennan toppunkt á fleigbúanum. Það er lítil jafna, minnkum þetta og drögum frá jöfnu. Sú jafna er svona. Þetta er punktur, þá er það jafna fyrir punkt. Það sem x-ið er -b deilt með 2a en y er -d deilt með 4a. Setjum inn það sem ég er með. Það er mínus í bæði b-inu og d-inu, sem þýðir þetta er -3. Af því b-ið er -3 þá kemur hérna -3 sem breytist síðan í +3. D-ið er hérna er 25, þannig að það er -25 og það er 2 sinnum a og 2 sinnum a er 1, þannig að þetta er 2 sinnum 1 og svo 4 sinnum 1. Þannig að hér er smá villa, þetta á að standa hérna 4. Það reynum að laga það, setjum bláinn, þannig að þetta á að vera 4 hérna, sem þýðir þetta er -25 fjórðu. Þetta er bara skriftarvilla. Nú þegar ég reikna út úr x-ið og y-ið þá fæ ég út að þetta er 3 aðrir og -25 fjórðu sem að á tugabrotskvarðanum er 1,5 og y-ið er -6.
20,25. Ég þá komið með toppunktinn og ég get þá merkt hann inn á teikninguna mína og hér hann kominn. Sá punktur hérna niðri og þá ég komið með alla þessa 4 punkta sem ég mögulega get reiknað. En til þess að teikna þetta myndrit þá þarf ég nú kannski aðeins meira. Ég þarf fleiri punktur til að geta teiknað þessa bláu línu og það sem ég geri þá, skulum markera þessu hérna, skoðum teikninguna aðeins nánar. Þessir 4 punktar sem ég búin að vera að merkja þarna, þeir eru bara ekki nóg, ég þarf að fjölga þeim og það sem ég geri þá að ég fer í gildistöflu. Gildistabla tabla sem gengur út á að teikna punkta, taka jöfnuna hérna og búa til punkta. Og hvaða punkta á ég nú að velja, hvaða punkta ætti ég að pröfa? Jú, þannig að þegar ég skoða myndritið þá sá punktur sem ég var að reikna sem lengst til vinstri þessi -1. Þá tek ég mig 1 skref til vinstri og ég ákveð að taka þann punkt sem þar við hliðina á. Ég ákveð að pröfa -2. Þannig ég fer aðeins lengra til vinstri heldur en sá punktur sem lengst til vinstri á teikningunni. Pröfum -2. Hvaða punktur lengst til hægri? Jú, það hérna x í 4. Tökum 1 skref til hægri og við skulum pröfa 5. Þannig að svæðið sem við erum að fara að pröfa frá -2 til +5. Nú, það sem ég ger, ég pröfa hérna að setja -2 inn í gildistöfluna. Ég þarf ekki að pröfa -1, hann kominn. Ég þarf ekki að pröfa 0, það komið. Ég þyrfti að pröfa 1, ég þyrfti að pröfa 2, ég þyrfti að pröfa 3 og svo þarf ég ekki að pröfa númer 4 en ég þyrfti að pröfa 5. Sjáum hvað gildistaflan segir okkur. Ég pröfa hérna að setja -2 inn í staðinn fyrir x-ið. Þá kemur hérna í staðinn fyrir x-ið -2 í öðru. -3 sinnum -2. -4. Hver útkoman? Jú, -2 í öðru veldi 4. Og -3 sinnum -2 +6. Þannig að +4 +6 10. Það -4 gefur mig 6. Þannig að lausnin á þessum útreikningi að útkoman jafnt og 6. Þá ég komið punkt sem teikna inn á myndritið. Það þá tilraunin mín -2, útkoman mín +6. Og ég gæti þá teikna þann punkt hérna inn á teikninguna. Ég sýna það rétt og eftir. Pröfum næst +1. Það næstu punkt sem ég þyrfti að pröfa. Það þá 1 í öðru, -3 sinnum 1 -4. 1 í öðru +1, -3 sinnum 1 -3 og það -4. 1 -3 -2, það -4 -6. Þannig að næsti punktur tilraunin mín 1 og útkoman mín -6. Nú, loks það setja pröfa hérna +2, þá kemur hérna 2 í öðru veldi, -3 sinnum 2 -4. 2 í öðru veldi +4, -3 sinnum 2 -6 og það -6 gefa mér -6. Það -4 hérna, það gefur mér -6. Þannig að næsti punktur sem ég hef tilraunin mín 2 og útkoman mín -6. Ég ætti að pröfa þristinn og ég ætti að pröfa 5 og þá fæ ég út fleiri punkta. En þess að spara mér sporin, þá ég nú búinn að merkja þá inn á teikninguna. Ég þá búinn að merkja bæði alla þessa 3 hérna og þá sem ég fæ hérna hefði átt að fá í gildistöflunni. Við hingum gildistöflunni og sjáum hvað hefur orðið þessa punkta. Jú, þannig að hér -1, það -2 6. Og ég þarf ekki að pröfa -1, hérna 0, hérna kemur +1, það +1 -6
og ég pröfa síðan 2 og það er 2 og það er 2,-6 og hér er að byrja speglun. Þannig að við gegnum þennan toppunkt hérna þá byrjar að spegla. Þannig að næsti punktur á eftir hérna 2 sem er 3 á sér punkt á móti hinum megin og það vill hann til að það er 4. Og ef ég hefði pröfað að setja +3 inn í gildistöfluna þá hefði ég fengið +3, -4. Næsti punktur er hérna 4,0 og svo ef ég hefði pröfað 5 í gildistöflunni þá hefði ég fengið punktinn 5,6. Þannig að í raun og veru þarf ég bara að reikna út alla punkta hérna vinstra megin og hérna þann punkt sem er hérna hægra megin og svo kópera ég þá punkta hérna úr vinstri yfir í hægri. Og þá er ég búinn að teikna flegbúann. Ef ég er beðinn að finna jafnvægisás, samhverfuás, þá er samhverfuásinn sá ás sem verður til í gegnum toppunktinn. Og það er þessi lína sem fer hérna í gegnum toppunktinn. Og ef ég beðinn jöfnu þessa samhverfuás, þá er það -b deilt með 2a eða sá partur á jöfnunni sem myndar toppunktinn, það er þessi x-parturinn á toppunktinn. Hvernig er það nú ef ég þarf að finna skurðpunkt beinni línu við flegbúann? Tökum dæmi. Ég er með hérna jöfnuna, hún er hér, þetta er flegbúajöfnan, en svo er ég beðinn að finna skurðpunkt beina línu við flegbúann. Og beina línan er hérna -2x + 2. Það sem ég geri til þess að finna þessa skurðpunkti er að ég tek flegbúajöfnuna og geri hana jafnt og jöfnuna fyrir beinlínuna. Flyt öll x yfir samsemmerki þannig að það stendur eftir 0 þarna hægra megin. En þegar ég flyt -2x yfir þá verður það plus og þegar ég flyt +2 yfir þá verður það -2. Reiknum þetta út. X í öðru, svo kemur hérna -3x + 2x, það er -1x og -4 -2 eru -6. Allt saman er þetta jafnt og 0. Það sem liggur þá fyrir er að hérna gegnum ymbuna þá fæ ég út hérna skurðpunktana, þar að segja x-gildin á skurðpunktunum og það sem x-ið er 3 í öðrum skurðpunktunum en 2 í hinum. Það er ekki nóg til þess að gefa þessa skurðpunkta. Þannig að það sem ég verð að gera, ég verð að fara í gildistöflu og finna út hvaða mun samsvara þessum x-um. Þannig að ég fer hérna og parkum þessu aðeins hérna og kíkjum að þetta hér. Ég bý mér til gildistöflu. Það sem ég tek hérna jöfnuna fyrir beinlínuna og set inn þessi x sem ég var að finna, 3 og -2. Og ég sé hvaða útkomu kemur út af því að y er -4 í fyrri en hérna +6 í þeirri seinni. Þá er ég komin með punktana +3, -4 og -2, +6. Og þegar ég teikna þetta inn á jöfnuna og inn á teikninguna og skoða þetta aðeins betur, þá sé ég, jú, +3, -4, sá punktur er hérna. Og hinn punkturinn, -2 + 6, hann er hér. Og ef ég teikna hérna línu, beina línu á milli þessara punkta, þá er ég komið beina línuna sem þessi jafna gefa mér. Og ég sé þá líka hverju þessi skurðpunktar eru, þeir eru reiknaðir þarna og þá fundnir. Takk fyrir.